Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessum kafla ætla ég að fara í fyrsta hluta kaflans líkindafræðileg undirstaða í bókinni Tölfræði frá grunni. Og hér ætla ég að fjalla slembistærðir og stærðfræðilegan eiginleika þeirra. En byrjum bara á, hvað slembistærð? Og það nú til formlegar skilgreiningar á slembistærð, en hér ætlum við hreinlega að nota svona óformlega skilgreiningu sem segir að slembistærð lýsir útkomu breytu áður en hún mæld. Og þetta hljómar svona kannski svolítið skrítið til þess að byrja með og kannski sem eitthvað pjatt, en við munum sjá seinna meir að þetta alveg nauðsynlegt hugtak fyrir okkur sem við munum nota mikið. En við getum hugsað okkur að við höfum áhuga á að rannsaka eitthvað, hvað það nú og sem mjög einfalt dæmi að ég ætla að rannsaka hæð karla á Íslandi. Áður en ég fer að mæla eitthvað, þá hefði ég slembistærð hæð karla á Íslandi sem ég myndi kalla eitthvað ákveðið. Og við notum stóra bókstafi til þess að tákna slembistærðir, oft X og við erum með fleiri, þá bara Y og Z og svo framvegis. En þá myndi ég að segja að ég myndi nota slembistærðina stórt X til þess að tákna hæð íslenskra karlmanna. Nú, þetta slembistærð og hún lýsir útkomu breytunar áður en hún mæld. Svo fer ég að mæla nokkra karla og þá tölum við útkomur eða gildi sem slembistærðin tekur og það táknum við með litlum bókstaf. Eftir að við höfum mælt, ef ég kom með mælingu í hendurnar, þá ekkert slembið við hana. Það hreinlega mæling. Og það litla X-ið, á meðan stóra X-ið, það slembistærð, slembin, og eins og við sjáum hérna eftir, að þá það oft svo að slembistærðirnar okkar fylgja einhverjum ákveðnum líkindadreifingum. Og þá getum við farið að reikna líkurnar á því að hin og þessi slembistærð taki eitthvert ákveðið gildi. Nú, við tölum strjálar slembistærðir og samfelldar slembistærðir og eins og nafnið gefur til kynna, strjálar slembistærðir þær lýsa strjálum breytum og samfelldar slembistærðir lýsa samfelldum breytum. Líkindadreifingarnar sem við tölum svo hérna rétt og eftir, slembistærða eru strjálar ef slembistærðnar eru strjálar en annars samfelldar. Við notum ákveðin rithátt fyrir líkindi slembistærða. Við sjáum hér á eftir að slembistærðnar okkar fylgja ofta einhverjum ákveðnum líkindadreifingum og við viljum mögulega reikna líkurnar á því að slembistærðin taki hitt eða þetta gildi. Og við notum stórt P hér, eins og þið séu stórt P, þetta stendur fyrir probability eða líkurnar á. Svo skrifum við nafnið á slembistærðin okkar, oft þá stóra X eða stóra Y eða hvað nú og svo höfum við þessi tákn hérna minnen eða jafnt og, kannski bara jafnt og, stundum bara minnen og ekki þetta jafnt og hér. Og svo eitthvað ákveðið gildi, þetta A hérna væri bara einhver tala. Þannig að hérna myndi ég lesa, þetta eru líkurnar á að slembistærðin X taki gildi sem minna eða jafnt og A, þar sem A einhver tala. Líkurnar á því að X taki gildi sem stærri eða jafnt og A og hér myndum við lesa líkurnar á því að X taki gildi sem á bilinu frá og með A til og með B. Og hér höfum við líkurnar á því að slembistærðin X taki akkurat eitthvað ákveðið gildi A. Nú, líkindadreifing slembistærða regla, skulum bara nota orðið regla hér, sem segir okkur hvaða gildi slembistærðin getur tekið og ennfremur getur við reiknað út líkurnar á því að slembistærðin X taki einhvert eitt ákveðið gildi ef líkindadreifingin strjál. Þegar við erum að vinna með samfelldar líkindadreifingar að þá reiknum við líkurnar á því að slembistærðin okkar liggi á einhverju ákveðnu bili þar sem þetta A hér og þetta B hér eru bara einhverjar tölur.
Þetta sjáum við hér rétt og eftir. En líkindadreifing slembistærðinnar, hún gefur okkur í raun allar þær upplýsingar sem hægt að fá slembistærðina og ef við getum svo ákvarðað svokallaða stika eða gildi og stikum líkindadreifingarinnar, að þá vitum við allt sem við þurfum að vita slembistærðina. Meirum það hér rétt á eftir. Nú, slembni margra þeirra breyta sem við skoðum svipuð í eðli sínu. Og eins og ég segi, við munum vinna með fjölmargar slembistærðir og við sjáum að slembni margra þeirra svipuð í eðli sínu. Þá haga slembistærðirnar sem þær lýsa sér svipað. Þær hafa þar af leiðandi svipaða líkindadreifingu og við segjum þá að líkindadreifingar slembistærðanna sé af sömu gerð. Hér komum við að þessum stikum sem ég minntist á rétt áðan, en sérhverri gerð líkindadreifingar lýst með tölum sem kallast stikar líkindadreifingarinnar. Mismunandi stikar lýsa mismunandi líkindadreifingum og yfirleitt það svo að stikarnir eru bara 1 eða 2. Ef við vitum að hvaða gerð líkindadreifing slembistærðar gefa gildin á stikum hennar okkur alla þær upplýsingar sem hægt að fá slembistærðina og við sjáum dæmi þetta allt saman hérna rétt á eftir. Nú, við getum talað líkur þess að slembistærð tekur einhver ákveðin gildi. Þessum líkum lýst með líkindadreifingu slembistærðana. Margar slembistærðir hafa líkindadreifingar á ákveðnum þekktum gerðum. Hverri gerð líkindadreifingar lýst með tölum sem kallast stikar. Til hverra gerða til að mismunandi stikar og þeir yfirleitt 1 eða 2. Og ef við vitum að hvað gerð líkindadreifing þá gefa gildi stikanir okkur allar þær upplýsingar sem hægt að fá líkindadreifinguna. Þetta hljómar svolítið abstrakt, en eins og ég segi, við sjáum dæmi þetta hérna allt rétt á eftir.